saman í hugleiðslu af því að þegar við hugleiðum saman þá mögnum við alltaf í borguna þó við séum ekki á sama stað. Þannig að við ætlum að njóta þess núna að tengja við jörðina og einn erkiengil og það okkur smá tíma í að þiggja. En fyrst við ætlum að minna á að það er opið hjá Orkusteinum í dag. Milli 3 og hálf 6. Já, aftur á laugardaginn milli 11 og 1 og svo í næstu viku á sama tíma, miðvikudag frá 3 til hálf 6 og svo laugardaginn 14. frá 11 til 1. Við vorum að fá nýja sendingu spilum, spilum sem við ekki verið með áður, sem er ótrúlegt að sé til spil sem við verið með áður. Það er svona mörg spil hérna. En við vorum að fá mjög flottan stokk til dæmis sem heitir hérna Sacred Spirit, sem er eftir hana Anne Starr, sem er til dæmis með hérna Sacred Light spilin og var hún með Midnight Sun eða var það einhver annar? Listamaðurinn. Sami listamaður. Þetta er alveg ótrúlega litrík og falleg spil. Djúpar tengingar. Já. Fallegar. Svo vorum við að fá sem heita Cosmic Crossroads, sem mér finnst svolítið skemmtilega, svolítið heipaleg og svona bakleg. Og fallega myndir og hérna, eins og bara í öllum öðrum djúp og góð skilabóð svona inn í daginn lífið og tilveru. Og já, hún gerði þessi spil fyrir okkur sem að erum á svona krossgötum, þar sem að það er alls konar breytingar í gangi og spilin eru til þess að styðja okkur í gegnum þessa breytingar til að fá góð svör og annað. En við ætlum að vinna bara í hugleiðslu. Já, ég ætla að reyna þetta að vera brasa. Já. Já, jarðarstjarnan og Sandalfón erkiengill ætla að vera með okkur í dag og við ætlum að biðja þig bara að koma þér þægilega fyrir og nýta þetta góða tækifæri til þess einmitt að slaka svolítið á. Já, leyfa okkur að fara inn í kyrrðina þó að það sé margir séu kannski komnir í jólagýrin sem því miður þýðir jólagýrin oft að maður er stressaður og stundum er það 50-70 sko. Já, en jólagýrin á að vera svona við erum að vera að slaka svolítið á. Allavega að reyna það eins og við getum inn á milli. Já, við erum að nálgast sólstöðunar og meðan að sólin er ennþá litla lofti þá ætlum við bara einbetta okkur að því að njóta. Já. Alma ætlar að lesa hugleiðsluna. Já. Ég ætla að vera hérna á kantinum, passa hún gerir allt sem er rétt. Já, það er eins gott. Njóti vel. Komdu þér þægilega fyrir og fyndu vel fyrir líkamanum þínum þar sem þú situr eða liggur. Dragðu andann djúpt inn og gættu að því að anda alveg frá þér. Dragðu andann aftur djúpt. Fylltu líkamann af súrefni og slepptu. Þegar þú dregur andann djúpt aftur, skaltu gæta að því að anda alla leið frá þér. Færðu vitundina á líkama þinn. Skannaðu hvort í líkamanum sé einhvers staðar spenna. Ef þú finnur einhvers staðar fyrir spennu, skaltu anda inn í þann stað. Leið og þú biður líkamanum að sleppa spennunni. Andaðu spennunni svo frá þér. Þetta er þinn heilagi tími.
Þú ætlar að gefa þér stund fyrir þig til að njóta, til að þiggja. Svo ef hugsanir eða hvað annað sem ekki þjónar þér á þessu augnabliki gefur upp, þá andarðu því frá þér. Það sem þú þarft að gera síðar bíður þín þegar þú hefur gefið þér stund til að næra þig. Bindu fyrir iljunum þínum þétt á gólfinu. Rétt fyrir neðan iljarnar finnurðu fyrir jarðarstjörnunni þinni, orkustöðinni sem jarðtengir þig og tengir þig við móður jörð. Gefðu þér smá tíma til að skynja orku jarðarstjörnunnar. Taktu líka eftir lit hennar og lögun og treystu því sem þú ert að skynja. Sjáðu nú fyrir þér rætur myndast frá jarðarstjörnunni og niður til móður jarðar. Ræturnar vaxa djúpt ofan í jörðina, í gegnum jarðlögin hvert á eftir öðru. Ræturnar flæða í gegnum bergið og vatnið, kvikuna, kristalla og hvað annað sem verður á vegi þínum. Ræturnar vaxa alla leið til kjarna móður jarðar, en þar er risastór kristall sem þú vefur rótunum þínum utanum 3 sinnum. Þú ætlar að staldra aðeins við hjá kristalnum. Hvaða orku skynjarðu fyrst frá honum? Leyfðu þeirri orku sem þú skynjar að flæða upp ræturnar þínar. Orkan flæðir ofar og ofar, allt þar til hún flæðir inn í jarðarstjörnuna þína. Orka jarðarstjörnunar verður enn magnaðri og þú gætir fundið hana kitla iljarnar þínar. Dásamlega jarðarorkan flæðir upp frá jarðarstjörnunni þinni og upp í gegnum iljarnar, áfram upp fætur og í rótarstöðuna þína við enda hryggjarins. Orkan heldur áfram að flæða upp á við, inn í hvatastöðina, naflastöðina, magastöð og inn í hjartastöð. Dragðu andann djúpt,
og leyfðu jarðarorkunni að flæða með andardrættinum allan líkama þinn. Þú gætir fundið orku jarðarstjörnunnar umvefja líkama þinn líka, eins og þú sitjir í geisla jarðarstjörnunnar sem skínskært upp allan líkamann. Nú skaltu fara í huganum á fallegan stað í náttúrunni. Þú finnur fyrir berumyljunum á mjúku undirlagi og sérð tré og annan gróður í kringum þig. Virtu umhverfið fyrir þér. Hvaða litir eru í náttúrunni? Hvaða hljóð heyrir þú? Eru dýr nálægt? Og hvað með fugla? Þú finnur á þessum fallega stað ertu í fullkomnu öryggi með sterka tengingu við móður jörð. Nú skaltu ganga upp að næsta tré og setjast með bakið þétt upp við trjábólinn. Þetta er nokkuð stórt og mikið tré með þéttar rætur djúpt í jörðina. Komdu þér vel fyrir með bakið við trjábólinn og finndu hversu gott er að dvelja á þessum stað. Nú birtist skyndilega ljós aðeins fyrir framan þig. Hvernig er ljósið á litinn? Til þín kemur Sandalfón erkiengill. Þú gætir upplifað engilinn sem tært ljós eða í formi engils eins og við þekkjum af myndum. Sandalfón biður að koma alveg til þín og þegar hann er kominn alveg upp að þér, biður hann að tengjast þér hjarta í hjarta. Finndu hjartastöðina þína opnast enn frekar og tengdu við hjartastöð engilsins. Sandalfón umvefur þig svo í orkunni sinni. Findu öryggið sem fylgir því að vera umvafin orku Sandalfón.
Engillinn biður að fá að hreinsa orkustöðvarnar þínar og allt þitt orkusvið. Gefðu englinum leyfi til þess og njóttu þess að finna orkuna hans flæða þig. Finndu hversu gott að láta hreinsa það sem ekki þjónar þér. Þegar hreinsuninni lokið, býður Sandalfón þér að næra þig á og njóta orku sinnar og kærleika. Taktu á móti orku Sandalfón erkiengils og fylltu hverja orkustöð af tærri kærleiksríkri orku hans. Fylltu hverja einustu frumu líkama þíns að taka á móti ljósi og kærleika engilsins. Andaðu orkunni djúpt að þér og njóttu þess að þiggja. Sandalfón erkiengill minnir þig á að hann færir allar óskir þínar til himna. Hann spyr þig hvort það sé eitthvað sem englarnir geti aðstoðað þig með núna. Biðdu Sandalfón það sem þú þarft og vilt núna. Og ef þú hefur spurningu fyrir hann, skaltu nota tækifærið og spyrja hann ráða.
Nú er kominn tími til að halda til baka. Þakkaðu Samtalfón fyrir að vera með þér. Engillinn dregur orkuna sína svo til baka hægt og rólega og þú sérð hann svo hverfa á brott. Horfðu yfir fallega umhverfið og finndu fyrir sterku trénu við bakið og hversu sterka tengingu þú hefur við móður jörð. Andaðu orku þessa fallega staðar að þér. Þú stendur svo upp og gengur af stað aftur til baka á staðinn þar sem þú hófst ferðalagið. Finndu vitundina setjast hægt og rólega í líkamann aftur. Byrjaðu að dýpka andardráttinn. Hreyfðu fingur og tær. Dragðu svo andann djúpt og komdu að fullu til baka í dagvitundina. Þú hafir notið þess að eiga stund. Þetta var Hrafninn sem varð að skjótast fram. Hún er með svolítið kvef. Það er desemberkvefið hér á þessum bæ. En við vonum að þú hefur notið þess að vera með okkur og minnum á að stilla þér aftur næsta miðvikudag. Þá verðum við með aðra notalega stund með einhver öðru skemmtilegu. Það er aldrei að vita hverju englarnir eða ljósverurnar þurfa að koma til okkar þá. En við segjum takk fyrir í dag og vonast til að sjá ykkur hjá Orkusteinum.